Jæja, nú getum við byrja á þessu. Hérna fáum við hlutverk spennustýringu rafala. Það er að halda framleiddri spennu stöðugri þrátt fyrir álagsbreytingar. Og það sem við höfum hérna inn í stofu er þetta er blaðsíðu 89 til 94 í bláu bókinni. Seinni, já. Og hérna og við hérna getum tekið mælingu á þessum búnaði og mér sýnist að þetta sé allt í lagi og við skulum byrja á því að skoða rásina, skipta henni í kraftrás, stýrirás og yfir álagsvörn og byrjum á kraftrásinni. Og eins og við sjáum þetta í bókinni þá er búið að einangra þetta úr stóru myndinni. Það er sem sagt, þetta er kraftrásin. Þetta er þannig að við fáum hérna 3 fasa inn, en hvað erum við með margar díóður í þessari afriðun? Já, við erum bara með 4. Þess vegna fáum við ekki alveg fullkomna 3 fasa afriðun út úr þessum 4 díóðum, heldur við þurfum að ná 0 volta spennu alltaf reglulega. Og af hverju þurfum við að ná alltaf 0 volta spennu reglulega hérna inn á pluss sem sagt tengingunni hérna, pinna 6 með við jörð? Já, alveg rétt. Við þurfum að hafa 0 alltaf reglulega til þess að slökkva á dýrstofnum. Það er málið. Þess vegna lítur spennan út úr þessari rás svona út. Þetta er spennubil sem við nýtum til þess að senda straum inn á segulvafið í rafalanum, en hér stendur hérna 0 til að slökkva á dýrstofn. Það er málið. Ef við skoðum stýrirásina, svona hjartað í stýrirásinni, þá er þetta eins og við sjáum og við höfum verið að skoða stýrirás með Unity-Johnson transistor, þá er það ágætt að hafa verið búin að skoða það, því að þessi rás lendir svo inn á Unity-Johnson transistor sem að gefur okkur síðan púls inn á stýriskautið. Hérna er búið að stækka upp þann hluta sem að inniheldur samanburð á óskgildinu sem að er búið til með þessari synedíóðu hérna og raungildinu sem kemur frá rafalanum sem að kemur hérna milli tengibúntana hérna 2 og 3. Og þá er spennan hérna sem að kemur í rauninni hérna inn er afriðuð og lendir hérna inn á viðnáminu R6 og með sér þéttir inn á þessu til þess að jafna þessa spennu. Og þannig að samanburður á óskgildi og raungildi fer rauninni fram með þessari formúlu hérna og það þýðir það að senuspennan er föst spenna og raungildisspennan kemur inn á R6 og það þýðir það að ef að hún breytist þá breytast allar hinar spennurnar í gagnstæða átt. Ef að raungildisspennan lækkar þá verða allar hinar 3 spennurnar að hækka og það sem hefur mest áhrif það er UBC-spennan. Ef hún hækkar þá fáum við aukinn straum hérna í transistornum og þar af leiðandi þá fáum við þurfum að skoða stóru myndina
til þess að skoða hvað áhrif þetta hefur, og hún kemur fram hérna reyndar hérna, þessi hérna, þá erum við að auka strauminn í þessum transistor hérna, og sem sagt það hækkar spennan hérna, base emitter spennan þessi hérna fyrir ofan R11, þannig að hann dregur meiri straum. Þau eru saman á því, ef að transistor fær aukna base emitter spennu þá dregur þessi transistor meiri straum. Það þýðir það að hann dregur meiri stýristraum í gegnum transistor 2 hérna, hérna, hann er PNP, og það þýðir það líka að hann opnar meira transistor 2. Það leiðir af sér að þéttirinn C5 er fljótari að hlaðast upp, og þá fáum við fyrr púls í gegnum þennan unity transistor sem merktur hérna transistor 3, og þá er hann fyrr búin að ná upp í brotspennuna hans sem að gefur okkur þá púls hérna, eða spennu þéttisins inn á R13 og gegnum R18 inn á stýriskautið á týrstórnum SCR1, og þá fáum við straum hérna inn á segulvarið exciter field. Við eigum eftir að fara nokkur sinnum í gegnum þetta, sem sagt bæði við það að spennan inn, sem sagt raungildi lækkar, og hvað gerist þá þegar það hækkar, og ef við skoðum það þá aftur hérna, ef að það hækkar spennugildið, þá þýðir það að spennan á yfir R6 hún færi upp á við, hún myndi hækka. Ef hún hækkar þá gerist það vegna þess að senerspennan er alltaf föst spenna, fast gildi, þá verða hinar spennurnar að breytast á móti, þá lækka hinar á móti, vegna þess að þetta er rauninni bara jafnvægi þarna á milli þessa spennudeilingar hægri megin við jafnaðarmerkið, og af því að við erum alltaf með fasta spennu yfir sendíóðana. Ef að spennan UR6 hækkar sem sagt, þá lækkar beinsefinspennan. Það þýðir það við fáum minni straum inn á beisin og minni straum í gegnum transistor 1, og þar lendi draugu minni straum í gegnum næsta transistor, og þannig að þéttirinn hann er seinni að hlaða sig, og þá fáum við seinna púls inn á týrstorinn, og þar að leiðandi við skoðum myndina á spennunni sem við sáum þannig áðan, þá erum við að opna seinna hérna á þessari mynd hér, þá fáum við kannski fáum við púls hérna dálítið seint, þá erum við kannski bara að nýta þennan hluta hérna, það er lítið álag og rafalan, þá nýtum við bara þennan hluta hérna sem að gefur okkur, þetta kemur þá reglulega hérna, þannig að við fáum bara seint púls hérna inn. Já, hann ætla að vera aðeins hérna, sjá, gerum það á sama stað, hér, hérna fáum við púlsinn, og þá erum við bara að nýta þennan hluta hérna af spennunni, og það gefur okkur straum sem að myndi þá líta út einhvern veginn svona, hann myndi aukast hérna svolítið svona og dala síðan aftur og aukast aftur hérna aðeins þegar við fáum aflinn. Nei, UZ er alltaf föst spenna. Ef að spennan yfir sem sagt R6, já, ef að spennan sem sagt myndi hækka inn, þá fáum við minna af þessari spennu. Ef að spennan inn verður lægri vegna mikils álags á rafalan, þá fáum við fyrr
þá hækkar hinar spennurnar á móti, meiri beysins spenna, og þá fáum við fyrr þá myndum við kannski fá fyrr hérna stýripúls. Það verður styttri tími bara hérna frá og hingað sem við fengjum það púls. Þetta skoðum við allt saman, þessar spennu skoðum við með sveiflusjóni, og hérna væri þá myndum við nýta allt þetta svið hérna af spennunni, og þá myndum við fá meiri straum inn á segulvafið og meiri segulmögnun til þess að halda upp í spennunni. Þá yrði straumurinn meiri, og við getum túlkað það þá hérna. Þá myndi hann aukast hérna, og síðan myndi hann aftur minnka hérna, og síðan myndi hann aukast aftur og minnka. Þetta er svona nánast bein lína samt, straumurinn. En við þurfum líka að átta okkur á því af hverju heldur straumurinn svona áfram. Veit það á nokkur hérna inni? Nei, ekki augnablikið. Það er mikil segulorka sem er í hérna segulvafinu, og þegar spennan fer í 0 eins og hérna í þessum punkti hérna, þá náttúrulega er ennþá mikil segulorka eftir í segulvafinu. Já, það er straumskiptatíðan sem það tekur við. Hérna er segulvafið, það myndar plús, og það viðheldur þá straumnum í gegnum sjálft sig svona, með því að þá fer straumurinn í gegnum straumskiptatíðana, og þess vegna þá er straumskiptatíðan að leiða héðan frá og hingað ef að er mikið álag og við fáum hérna snemma stýripúls. Ef að við erum hérna hins vegar í þessum bláa tímabili, þá væri straumskiptatíðan að leiða héðan frá og hingað. Þá myndi við leiða lengra tímabil. Síðan kemur straumurinn frá neti héðan frá og hingað. Þá sjáum við að hann er að hækka héðan frá og hingað. Hann er að hækka héðan frá og hingað. Þetta endurnýjast segulorkan í segulvafinu, en síðan fer hann að dvína hérna niður. Þannig að þetta er í straumskiptatíða í DSTR, eða hvernig segjum við að tákna hana. Við þurfum að skoða þetta og betur með þessa formúlu, því að hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að átta okkur vel á. En þessi aðferð við að afriða og fá hérna 0 í spennuna til þess að slökkva á týrstótnum er kölluð ákveðið. Þessi spenna og þessi aðferð með 4 díóðum er kölluð ófullkomin þriggja-fasa afriðun, vegna þess að það vantar í rauninni 2 díóður til þess að fylla hérna upp í. Ófullkomin þriggja-fasa afriðun, þá fáum við 0 sem er alveg lífsnauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta stjórnað spenni út og straumnum inn á segulvafið, og það er til að geta kveikt á týrstótnum á ákveðnum tíma og geta slökkt á honum á milli, og það er náttúrulega fyrst og fremst til þess að geta slökkt á honum. Sjálfsögðu. Já, þetta er svona. Fleira sem að er þarna í ein ásatna í viðbót sem að hérna við þurfum aðeins að minnast á, það er að það er þessi yfirárásvörn svokallaða, að hún tekur yfir ef að spennan yfir segulvafið ætlar að verða of há, og það er á þessari mynd. Ég ætla kannski að reyna að finna hana í réttu formi.
Sko, það þýðir það að ef að spennan verður á einhverju ástæðum, ja, vegna bílanar eða kannski skamhlaups við tengi bóksið á rafalaginu eða eitthvað slíkt, að þá skynjar spennustýringin að þetta alltaf lág spenna inn og þá bara reynir spennustýringin að ná upp spenninni og sendir rosalega ströym hérna og verður allt og há spenna hérna yfir segulvafið, að þá er það skynjað hérna inn í gegnum R25 og þessa spennudeilingu hérna og inn á unidimensional transistor hérna, og það er hleðsla hérna líka á C8, þannig að þetta tekur ákveðinn tíma og hann fer þá bara og opnar fyrir ströym í gegnum D10 og tekur spennuna af stýrirásinni. Það fer bara ströymur hérna gegnum R19 og hér í gegnum D10 og hann leiðir bara hérna TR5 transistor 5 sem er unidimensional transistor og hann gefur okkur spennuskot inn á týristorinn hérna. Það er týristorinn sem heldur þessu úti. Hann tekur spennuna af SCR2 týristorinn. Hann tekur bara spennuna af stýrirásinni þangað til að búið er að laga ástandið. Og þetta er sem sagt á öryggis eða yfir spennuvörnin, yfir álagsvörnin á spennunni yfir segulvafið. Það kemur sem sagt, það er verið að skynja hérna hvort að þessi spenna verður of há yfir segulvafið. Það er hérna með þessari spennu deilingu og það er, þið sjáu, það er stillið viðnámið er hérna, þetta R23, það er tekið inn á miðjun á því, svo fer það í gegnum R25 og inn á hleðslu á þéttinum hérna C8 og ef að spennan verður það há að hún nær að fara upp í þá spennu sem að brýtur niður, eða kemur upp í brotspennuna á unidimensional transistornum, hann er aðeins teiknaður öðruvísi upp heldur en þessi unidimensional transistor hérna transistor 3. Þetta er alveg eins transistor. Það gæti verið nákvæmlega sama típan, en þeir hafa bara ákveðið að teikna hann einhvern veginn öðruvísi. Ég veit ekki ástæðuna, en þetta er líka tákn fyrir unidimensional transistor og þegar hann brotnar niður þá gefur hann hérna púls inn á týristorinn í gegnum hérna R26 og yfir R27 myndast spenna sem fer inn á geitið og týristornum 2 sem að nullar spennuna frá stýrirásinni hérna, tekur bara ströyminn af stýrirásinni og spennuna svo að það fer bara allur ströymur hérna í gegn og aflið orkan eyðist bara þá í R19. Það er eina viðnámið eftir afreiðunina hérna sem er á leiðinni og líka R30 er bara fyrir stýrirásinni hérna. Það er ekkert annað viðnám. Svo kemur þetta hérna í gegnum svo D17 og hérna út og líka í gegnum D16 og hérna út. Þannig að þetta slekkur þá bara á rásinni, þannig að það kemur engin spenna lengur inn á segulvafið á meðan að týristorinn hérna SCR2 leiðir. Svo bara lagast ástandið þannig að þessi fær ekki lengur púlsa og hérna, eða það verður sjálfst allt tekið úr gangi. En nema þetta hafi staðið bara í stuttan tíma, þetta spennuleysi inn eða út af rafalagnum sem sagt og inn á spennustýringuna. En spennustýringin fær náttúrulega alltaf, sko, hún fær bara meldingu sko hérna hægra megin. Já, hérna kemur bara raungildið. Ef að raungildið dettur alveg niður í 0, sko, þá hérna reynur hún að hækka spennuna og auka segulmöndastrauminn eins mikið eins og hægt er og það náttúrulega er ákveðin takmark fyrir því
hvað straumurum má verða mikill. Þannig að síðan ef að kemur aftur eðlileg spenna hérna inn á, að þá fáum við bara tíma hérna, eðlilegan tíma á hleðslu á C5 og stýripúls á eðlilegum tíma yfir SCR-ið. Annars væri við að fá hérna spennu mjög snemma hérna inn á unit-transistorinn og hann myndi opna eiginlega bara mjög fljótlega og við fengjum eiginlega allt spennusviðið hérna til að búa til. Fengjum eiginlega allt spennubilið til að búa til segulmagnastraum ef að spennan inn er 0, sérst raungildið inn er 0. Þá fengjum við nánast allt hérna. Það er bara innbyggð töf í stýringunni sem að myndi segja til það hvað smá bútur væri tekin hérna af. Og við getum einmitt mælt þetta, hvað er minnsta opnunarhornið á þessari rás þegar við tökum mælingar í æfingu þarna 17. Þetta er svona það helsta varðandi þessa rás. Ef við bara rétt rifjum upp virknina á þessu og með þetta betri mynd af þessu svona, þá var þetta þannig þegar að spennan inn raungildið sem sagt raungildi, ef að það fer lækkandi, við getum sett hérna niður hérna, það þýðir að spennan yfir R6 hún lækkar, hún fer niður á við og þá hérna í formúlunni þá fer spennan hérna niður, lækkar og það þýðir það að hinar spennunar R7, base emitter, R11 verða allar að hækka á móti vegna þess að það verður að vera alltaf sama spenna Zener-díóðan heldur alltaf í þessu sömu spennu. Þannig að hinar spennunar verða að hækka á móti. Það þýðir það að U-base emitter spennan hækkar og þá dregur transistor 1 meiri straum og þá fyllir transistor 2 fyrr upp þéttin. Það kemur hérna viðnám og svo kemur þéttir og frá þéttinum fáum við síðan inn á unity Johnson transistorinn sem að gefa svo samband út á týrstorinn og þá smám saman fáum við meiri segulmagnastraum og hækkum aftur upp spennuna frá rafalanum því að hún kemur hérna inn á 2 og 3. Ok, og hvað gerist ef að spennan er orðin svo kemur og verður hérna aðeins hærri, hækkar, ef hún hækkar frá rafalanum, ef að spennan er að tilhneigingun til þess að verða of há, ok, þá hækkar spennan hérna yfir R6 á móti og ok, þá hérna lækkar hún ekki lengur, hún hækkar yfir R6 en það þýðir það að hinar spennundar þær verða að lækka á móti. U-base emitter spennan hefur þá sérstaklega áhrif í þessu sambandi hérna, hún lækkar og þá er alveg dregur transistorinn minni straum hérna, þessi transistor 2 hann verður lengur að hlaða upp þéttin þannig að spennan kemur seinna og nýtum þá minna svæði af spennunni sem að er í frá þessari ófullkomnu þriggja-fasa afrið. Þá fáum við kannski bara eitthvað smá brot af síðasta pólnum, svo gerist ekki neitt fyrir bara smá brot.
þannig að þá er spennan orðin, eða kannski hefur álagið minnkað dálítið mikið á rafalan, þá hækkar spennan á raungildinu og það segir spennustýringunni að núna þurfum við að draga úr segulmagnsstraumnum og það gerist hérna allt með þessari furðulegu formúlu hérna þar sem að við erum með senerdíóðu á móti spennudeilingu þar sem inni er base emitted spenna sem hefur mest áhrif. Þetta er alveg stórfurðuleg aðferð en hún svínvirkar. Þetta var kynning á þessu kafla og smá undirbúningur fyrir þessa æfingu 17 og þá segjum við þetta gott nema séu spurningar.